Komið sæl og hjartanlega velkomin í hlaðfréttir. Þú ert búin að vera mjög mikið að tala um Michael Jackson, finnst mér. Ég var að skoða hérna topplistan á Spotify. Ég veit ekki hverju var að því. Hann var að sína okkur hann nágrann okkar, hann Árni Hnetasmjör. Já. Billie Jean komin ofalega, sko, örugglega út af myndinni og það bara Jackson æði á Íslandi. Já, ertu búin að kynna Jackson fyrir Eistinni? Ég þurfti þess ekki. Hann spurði, getum við farið á myndina í bíó? Og ég bara, já, getum við. Og ég fór og þessi mynd hún geggjuð, sko. Veit hún að fá alveg bara svona svolítið mixed dóma. Sumir segja að hún fari ekki nógu djúpt einhvern veginn í skandalinn sem hann var í kringum hann fyrir einhverjum árum síðan. En tímalínan næri ekki þangað eitthvað? Nei, tímalínan næri ekki þangað, vissulega rétt. Þá þarf ekki að fara í skandalinn. Nei. Ertu að segja það við Eistinni eitthvað svona, hann var nú flóndið tæpur? Nei, þetta náttúrulega bara allegations, skilur við, maður veit svo sem ekkert hvað satt og rétt í þessu. Og sumir gagnrýna myndina fyrir að vera ekki nóg djúp, taka fyrir einhvern veginn svona hvað menningarlegu áhrif hafði Jackson á heiminn og á tónlist og eitthvað svona. En fyrir mér var þetta bara algjör svona partymynd. Þú veist, maður stattur á tónleikum með honum, maður stattur með honum, hann að Motown, hann að momentið 83 þegar fyrsta Moonwalkið var til. Og þetta bara algjör upplifun og gaurinn sem leikur hann ógeðslega líkur honum og nær öllum töktunum bara geðveikt vel. Og það alveg smá tekið fyrir, þú veist, hvað pappans var erfiður og var að misnóta hann, þú veist, bara beita hann ofbeldi og bræðurna og var mjög harður við á. Hann dauður í dag, eða ekki? Jú, ég held að hann hafi bara stutt síðan hann dó, sko. En mamman á lífi? Já, en pappin dó bara fyrir ekki talungu síðan. Já. Þannig að ég þurfti svo aðeins að útskýra það fyrir krökkunum, af því það er alveg sena í myndinni sem hann með belti og svona gamli skólinn, hann bara hýðan, skilur við. Já. Og alveg svona átakanlega sena. Ég var búin að heyra af því áður en ég fór á myndina, þannig ég útskýrði fyrir krökkunum eitthvað svona, það kemur atriði í myndinni þar sem að pappin og útskýrði það fyrir þeim og þannig að þau voru alveg undirbúin, en maður fann alveg á salnum að kom svona uggur í fólk þegar það gerðist. Já. Þannig að það tekið fyrir og það tekið fyrir hvað Jackson basically bara misti af barnæskunni. Hann var bara rændur því að vera barn. Þú veist, hann upplifði aldrei jól og hann byrjaði að vinna bara í tónlist 5 ára gamall og var alltaf á tónleikaferðalögum og náttúrulega Jackson hljómsveitin var mjög stór. Þú veist, það átti bara vinsalasta lag í heimi á sínum tíma. ABC, it's 1, 2, 3. Þannig að hann búinn að vera í þessu hlutverki bara alla ævi, bara sem bara stjarna. Já. Þannig að, já, mér finnst það frábær mynd, bara svona, bara skemmtileg. Alltaf eitthvað nýtt að gerast. Er þetta betri mynd heldur til dæmis Elton John myndina, Queen myndina? Alltaf öðruvísi. Þetta er mjög líkt Queen myndinni. Þetta er sömu framleiðendur að gera Queen. Já. Þú veist, þannig þeir eru að endurgera þessa tónleika og mann líður bara sem þessi stattur á þessum tónleikum. Eins og í Queen myndinni, þú mannst þeir endurgerðu Live Aid, já. Þú veist, þeir eru að endurgera tónleika með Jackson í myndinni. Þannig að ég mæli hiklust með þessari mynd til þess að fara á hana og bara upplifa og njóta Jackson. Já. Hann alltaf var tónlista, hvað maður að segja, bara genius. Já, algjörlega. Já, hann var það, en hann var ruglaður, sko. Geðveikur, eða ekki? Þú veist, eins og bara með... Þetta kannski ekki segja að hann var geðveikur. Ok, það er eitthvað á honum. Já, alltaf hann, þú veist, frá það var krakki, þá var hann settur í eitthvað hlutverk. Nei, bara ég er að vitna í til dæmis bara, þú veist, þegar hann var, þú veist... eins og bara þegar hann var í ópröfutalun og hún var að spura hann út í lítaaðgerðis, hann sagði ég er bara aðeins nefið. Já. Eða hvort hann hafi sagt aðeins augun og ekki nefið. Það var bara eitthvað. Hann sagðist að fara í nefaðgerð. Ég horfði á ópröfutalið sko eftir og nú er algoritminn minn bara Jackson. Já, auðvitað. Þannig að sagði hann að fara aðeins í nefið. Hann hefði aðeins krukkaði nefinu, aldrei látið snert á sig kinnarnar. Einmitt, hakana sem var þrútinn og allt í hennu kom með svona píkutrilli, eða hvað þetta heitir hérna? Já, í þessu viðtali er hann 35 ára, sem er mjög merkilegt, því nú erum við eldri en Jackson var á þeim tíma þegar hann var í þessu viðtali, af því maður ég man ekki eftir þessu viðtali þegar það var í beinni, þetta viðtali var í beinni, það var í beinni útsendingu, þetta var bein útsending og í miði viðtali þá fer sko reykskynjar í gang og það er bara kött á viðtalið og finna út úr þessu reykskynjara. Það var svo mikið að ljósum inn á heimilinu
svona kvikmyndaljós í gamla daga voru ekki eins og þeir í dag, þannig að það var svo mikil hiti inn á heimilinu, þannig að bara fór alltaf stað og Ópera skipti þá bara yfir okkur auglýsingar, en hann hafði ekki komið fram í einhver svona opinberu viðtali þá alveg í sko 14 ár eða síðan hann var bara 22 eða eitthvað. Og þetta fer til Óperu. Já, hann fekk líka að promóta einhvern túr í leiðinni og svona. En hann viðurkennir alveg í þessu viðtali að þú veist, hann fekk enga barnæsku og er með mikið börnum í kringum sig, að hann upplifir svona hreina gleði í kringum krakkana og byggði þetta Neverland Ranch sem er alveg stór furðulegt, skilur við. Það er furðulegt, en það er mjög erfitt að setja sér í hugarheim einhvers sem er búin að vera bara í spottljósinu bara frá þegar hann var krakki og bara aldrei fengið að upplifa sem ég og þú höfum upplifað. Nei, þetta er samt alveg klikað, sko. En svo upplifið líka, sko, ég held hann keypti líka allt bara sem hann vildi. Hefur ekki séð myndbandið þar sem að fer með fréttamannum í einhverja svona vintage búðu eða svona. Jú. Hann kaupir bara allt. Kaupa þetta. En mér er svona tímabili sem taka fyrir myndinni mjög áhugavert, sko. Því þetta óperuviðtal það er löngu seinna, sko. Og bara hvað maðurinn var mikil stjarna og ég sá nú bara á samfélagsmiðlum daginn, þá var einhver að spyrja Jackson eitthvað hvernig uppkvitast það að þú sért svona góður að syngja, að þeir voru hann að bræðirnir í þessari hljómsveit og það var nú bara þannig að hann var eitthvað að syngja meðan hann var eitthvað að búa rúmið sitt og mamma segir í honum og segir við pappan Phil, ég þarf ekki Phil Jó, eitthvað slurs Phil, þau kölluðu hann aldrei pappi, alltaf Phil I'm not your dad, I'm Phil. Sagði hann það? Hann sagði við alla krakkana, ekki kalla mig pappa, ég er Phil. Hann var bara búa til stórstyrni og þessar hljómsveit sem Jackson var. Já. Og hún segir við pappan eitthvað, hefur heyrt í Jackson syngja? Hann er frábær söngvari. Nei, hann er ekki að vera að syngja. Þá var einhver annar af bræðrunum, hann var the lead singer í bandinu. Og hún bara grát baðan, þú verður bara að hlusta barnið syngja og hann söng fyrir pappan og það var bara no turning back þannig að hann hefur verið með einhvern svona God-given talent bara í söng líka og svo bara þjálfað sig í öllum þessum dönsum, mikið inspiration frá James Brown og náttúrulega Motown á þessum tíma var mjög stór sena og að performa bara kvöld eftir kvöld bæði heima hjá þér og á hún tónleikum og inn í stúdíu, þannig að þá eðlilega verður bara einhver entertainment vél sem hann varð og þannig að hún þræðir þessa sögu mjög skemmtilega. Hlaðfréttur í boði póstsins og við veljum póstinn í einu og öllu þegar við erum að panta eitthvað, að gera eitthvað, það skiptir ekki máli hvað það er, við ætlum að fá sendingu eða senda sendingu, þá treystu við einu fyrirtæki og það er pósturinn. Við erum líka í boði Dominos og ég mæli aftur, ég er búin að segja þetta áður, kaupið vængin á Dominos. Það er góð viðbót við það sem er í boði þar. Þeir eru ekki dýrir, þeir eru mjög góðir og allar þessar bröðstangir, klikkið á meðlæti. Ég mæli með því. Já. Og við erum styrtir að TM og þar þreytust ekki að tala barnatryggingarnar. Þær eru mikilvægastar. Já, og ég hafið að bakverða það þarf að tryggja hvert barn. Það er ekki nóg bara eitthvað, já, ég er með barnatryggingu. Það áttu kannski 3-4 börn. Já. Ef maður væri að eignast fyrsta barn núna, hefði verið ólétt, þá myndi ég fara rakleiðis og skoða þetta. Já, og alltaf hjá TM, sko. Það er eina vitið, sko. Síðan borðum við mikið að nóa nammi og það er sérstaklega Bíókroppi góða með pipar brjóssikri. Besta nammi ársins. Engin keppinautur, sko. Nei, þetta er negla það. Ég ætla að gefa það. Þetta er algjör negla og ég var nú bara í bónus bara í gær, sko, og ég elska að þetta var bara besta stað því ég kom inn. Við sko líka besta stað í annari búð, í Vínbúðinni. Það var Túli. Já, ég var að labba bara úti í gær með yngsta og þá kallar einhver eftir mér, Túli! Ef ekki gefa einhverja Túli á livesjónu? Ætlum við að gefa Túli á livesjónu, heldur betur. Langþægilegasta þjónustan, Benni, ef þú ert að fara að gera einn daginn og þið vantar Túli, er að gera það í gegnum heimkaup.is. Já. Tekur enga stund, þetta er áreiðanlegt og þetta er komið víða. Þannig að farið inn á heimkaup.is og kynnið ykkur hvað er í boði þar og please kaupið þið Túli. Það er margt sem ég vissi ekki, ég er ekkert einhver forfallin Jackson aðdáandi, en ég held að allir eru samt Jackson aðdáandur mismiklir, en auðvitað þegar þessi Leaving Neverland mynd kemur og það hefur smá svona högg fyrir hann og alla, en það hefur náttúrulega verið allegations löngu áður,
Living, það var ekkert fyrsta skipti sem þetta þessi allegations koma þetta sveitasittur Neverland, það held ég eigu einhver annar eða ekki, eða á fjölskyldan ennþá ég þekki það ekki nógu vel sko. Allavega það á einhverju ennþá og þetta ennþá í sama stíl ég skil bara ekki okkur opni ekki bara eitthvað svona Michael Jackson garð kannski bara, þetta eitthvað hjartnæmt fyrir þeim eða eitthvað sko en svo alltaf varðan sko og setna árum myndur ekki fara? Nei Akkur ekki? Ef ég ætti leið framjá, ég myndi ekkert gera mér sérstaklega ferð til þess að fara á það Nei, þú væri að fara til Bandaríkjanna og þetta í þínu fylki sem þetta fari í myndur ekki svona skella jú, ef ég ætti leið framjá Ef þetta væri safn, bara eins og Elvis-safnið, skilur Já, ég ekki að gera mér ferð þangað Nei, en menn gera það samt Já, Mást ekki, þið fóru hérna saman Steppi Hilmas, Jakob Fríman, Björgun Halldórsson Já, jú Eyvi fóru allir saman Þáttur og rúf Gerðu þáttum það sko En hvor var stærri, Jackson eða Elvis? Ég ætla að segja Jackson Já, það ekki? King of Pop Já, bara lögin á Elvis eru líka ódöðleg En hann heitti líka svo rétt tímabil Hann er líka lengur í þessu sko það ekki? Eða hvað? Elvis verður stjarna aðeins seinna það ekki? Jú væntalega og svo deyr hann ég bara fabulera, hvað hann 40 eitthvað? 45 minnum ég eitthvað og hvernig deyr Jackson? 50? Já, hann var lengur vissulega og hann líka, þetta er svo ólík tímabil hjá Jackson það er barnastyrni Jackson, það er unglingstyrni Jackson, það er svona fullorðin Jackson og svo Jackson sem maður þekkti hann þegar hann var að nálgast 50 en ég man árið þegar hann deyr hann að sumarið 2000 og hvað var það sumarið 2012 Já, gæti verið eitthvað slags að það var rosa margir í kringum hann sem áttu miða á tónleikana í O2 í London Já Ég var að vinna á einhverju sumarnámskeiði fyrir Rauðakrossin og þar var stelpa sem var greinilega mikill Jackson aðdáandi eða foreldrarnir eða einhver í kringum hana hún var alltaf að tala hún var að fara á Jackson helgina og Jackson og svo deyr hann eða hvað? Jú, hann dó Já, ég minna og myndir ekki segja þetta að vera svona dauðdagi sem maður man hvar maður var Jú, þetta er svona einn af þeim ég var hjá mömmu og ég hef sagt það áður ég þurfti að segja þetta á spænsku ég var með spánverjum Jackson er murdi Þetta er ekki spænska Nei, var ekki eitthvað svona Jackson er murdi Þetta er einhvers konar sænsk spænska Já, en þú manns hvar þú varst Jackson está muerti já ég man það, hvað varst þú? Ég var á leiðinni bara heim og Tommi, besti vinur minn, ringir í mig og segir mér að Michael Jackson sé dáinn sko. Og ég man ég hugsa alltaf þessar stelpu sem átti með á tónleikana svo mæti ég vinnuna hvort það hefði verið deginum eftir helgina, ég man ekki nákvæmlega á hvaða degi hann dó hún var alveg með þessum greið af því hún var ekki að fara tónleikana með Jackson Nei Það hefði verið mjög epískt hjá honum að klára þessa tónleika og Hefði það klárað þetta? Maður sá nú í þessi sitt myndinni hann var orðinn ansi veikburða og hrörlegur sko Já Þá hugsaði ég hvort hann hefði meika 2 tíma tónleika bara let's go, trekk í trekk Svo líka bara svo skríti hvernig hann deyr hann meina lækni og Jackson var vist alltaf að biðja lækninum að gefa sér svona anesthesia hann lét bara svæfa sig eins og fólk í uppskurð og samkvæmt vitnisspurði þá var læknirinn alltaf að segja við hann eitthvað þetta er of mikið Jackson en nú er ég hættur að gefa þér en hann alveg krafðist þess að hann myndi Gat hann ekki sofnað? Var hann með eitthvað svona insomníu eins og þú hefur fengið reyndar Já, greinilega, það var eitthvað að hrjá hann blessaðan kallinn Það er rosalegt En hann var samt dæmdur fyrir þetta hann var ekki dæmdur fyrir murder heldur manslaughter Já, það hljómar mjög illa líka Manslaughter hljómar hæðilega Sláturinn Mannsláturinn Já, en murder er verra sko þá varst að drepa með ásetning Með ásetningi, hitt er svona óvart Hann hefði raunat að segja við Jackson bara ég gef þér ekki meira Já En hann gaf hann meira og þess vegna dó hann og hann satt inn í held ég 3 ár fyrir þetta allt saman sko Ef þú ættir að velja einhverja tónleika bara in the past Til að fara á og þarf ekki að vera skilur eitthvað þessi sitt tónleika sem hann hefði geta tónleikar sem voru skilur Allt ég myndi ekki vilja sjá Rolling Stones einhver svona litlu leikhúsi Já, svona þegar voru að byrja sko Ég held að það er bara því að mín uppáhaldsljómsveit sko Það er mjög klassist að segja Queen á Wembley, það hefði líka verið trillt sko eða Nirvana þegar þeir eru að koma upp Já Ég veit það ekki Ég færi í sko Haug Mortens á Hotel Borg Já, það er mjög krútlegt val sko Já, bara hann að reykja á sviðinu og syngja einhver lög og hann var sko
að tala að hann hafa verið fyrsta svona söngstjarnan okkar því hann fór eitthvað til Evrópu að syngja á einhverjum klúbbum og Já, það var svona semi-nafn Var hann að syngja þá væntanlega á ensku úti? Já, það lítur að vera hann og Bubbi, þeir eru skildir? Frendur Bara systkinabörni eða eitthvað leiðis? Ég veit ekki Já, Mortens, já, ætlaði sé ekki Já ætlaði pappans Bubba hafi ekki verið bróðir Hauks Nú ég bara segja eitthvað Örugglega einhver að bölva mér núna bara, nei Já, getur verið sko en tónleik, ég veit ekki hvað ég myndi velja sko Nei, ég myndi kannski ekki endilega velja það Jú, ég myndi velja það Eða Bítlana, það er bara svo epíst eitthvað að sjá þá Já, einhvers staðar í Ameríku Þeir túruðu náttúrulega bara í 4 ár sko Svo hættu Já, Elvis líka Loka gigið á Elvis En ætli maður myndi upplefa, þú veist, svona epíska tónleika eins og bara sjá Nirvana koma fram í fyrsta skipti Þú veist, það væri epíst þegar þú veist svo hvað gerist En þeir sem er á staðinum þegar þetta er að gerast heldur að þeir séu bara Þetta verður svo sögulega merkilegt setna mér, skilur við Já Bara eins og Motown-momentið með Jackson þegar hann tekur moonwalkið Salurinn trilltist þegar hann tók moonwalk En maður sér á salunum að það er ekki bara svona einhver geðshræring í gangi Nei Það gerist aðeins setna En það er engin svona í dag sem að þú hefði viljað bara síðustu 10-20 árum einhver svona tónleikar sem að þú hefði viljað vera á og eru svona legendary Sko nú er ég kannski að vera gamall og ég er alls ekki mikið inn í tónlist en það var sýndi trailer fyrir Jackson myndina og ég bara vissi þetta ekki ég þekki tónlistakonuna alveg þú veist og lögin hennar eru góð, þekki nokkuð lög Hvað? En trailerin var alveg að gefa það til kynna hún er bara stórstjarna og það, James Cameron er að leikstýra þessari bíómynd og þetta verður eitthvað svona live upplifun tónleikar með henni, það kemur smá pöntlanir kemur smá þú mátt samt reyna að gíska á það hún er bara svona nýja stóra stjarnan bara í heiminum og bara það var að vera að sína frá tónleikum sem að fólk var bara að fara í yfirlið og bara söng með öllum lögum og hún á sviðinu að faðma bróður sinn og segja frá hvað þetta ferðalagi búið að vera merkilegt að ná hingað í dag og þið getið öll þið reynið eitthvað besta og fólk bara sofa fyrir utan tónleikahallir að býja eftir að komast inn og það er Billie Eilish Já Já I'm a bad girl Já Hún er flott sko en þetta er ekki sama kaliber Finnst manni núna svo kannski ef þú hugsar, ég veit ekki hún er kannski fyrir okkar börnum eins og Jackson var fyrir okkar eða okkur segi ég þannig að eftir 40 ár þú veist þá kannski, oh my god, sástu Billie Eilish ég veit það ekki nei. En það sem Jackson hafði svo mikið hann var náttúrulega bara sko frumkvöðl í dansi og tónlist og textasmíði og söng hver hefur allt þetta? Engin Nei, ég ekki í dag sko Þetta er líka bara eins og skoður upptökur af We Are The World upptökunni þú veist, þannig eru bara stórstyrnir bara svo, þú veist, bara Bob Dylan og bara söngvarinn í Þekkjur alla í We Are The World myndbandinu Cyndi Lauper Þetta er bara þessi Nei, jú svona lead söngvarana en ekki bakgrunns-söngvarana En allavega, þú veist, þannig eru bara legend úr tónlistaheiminum þegar Jackson kemur, það er bara svona það er eitthvað annað ára Þú veist, hann er a star among stars Heldur það að vera flókið að pródúsera We Are The World myndbandið að fá alla á sama stað að því að þarna væntanlega er erfið að ná í fólk út að senda bréf, nei, kannski ekki Hringt eitthvað svona bara. Það er einhverjum bósmaður og hvað verður stattur hann 1. mars og það græja alla inn í sama rými bara ála á tæknimannunum, allir vilja fá headphone og mismöndi headphone og þessi vilja á svona mikrofón og þessi hinsegin og það er eitthvað bara mat fyrir alla og þessi vil M&M og þessi vil svona potið sko þetta er algjör rugl sketsjón geði ekki sko en þau hefur öll sagt já, ég menna þú veist var ekki Lionel Richie að pródúsera þetta kongurinn hann er nú ennað það er fólk að fara tónleika með honum já, hann er náttúrulega á eitt af mínum uppáðslöfum Hello Easy like Sunday morning Ég lærði það á píano á YouTube þegar ég var svona 21 árs Það er erfitt Þú veist að ég kann þetta lag Þú hirti mig oft spila það Já Þetta er eina sem ég kann sko Þú kannti eitthvað 2 lög Ég lærði sko þetta lag og Great Balls of Fire með Jerry Lee Lewis með fáránlegt lag til að læra á píano og þú kanti ekkert á píano Þannig ég lærði þið bara ring ding 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 ring ding 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 kann samt ekkert sko Já, ég vildi óska þess að ég kynni betur á píano hefði ekki hætt
Já, en getum ekki sagt það með svo margt sko. Það var ekki nóg kveitandi. Þú þarf, sko, ég þekki það ágætlega sko, það dóttir mín í píanónámi. Það þarf líka sko áhuginn þarf að vera hjá foreldrinu, rosa mikill. Já, þannig að sko foreldrar sem eru í tónlist það benefita börnin, alltaf líka svo bara foreldrar sem áhuga á íþróttum, það benefita börnin. Já. Svo það barni líka verður með svona grunn áhuga á því sem það er að gera til þess að það verði meiri áhugi. Svo getur þú hjálpa barninu að svona, verður duðlega að mæta og nei, við hættum ekki í dag og við mætum á morgun og æfum okkur núna og svona. En þegar þú lendir í því bara sem barna að kennarinn að taka matarhliðið sitt á sama tíma þú á tíma Já, og að hakka í sér samlóku. Skiptir þið bara kennara. Já. Það hefur bara ekki verið þessi grunn áhugi hjá þér fyrir þessu. Nei, kannski ekki. Þú hefur leitað eitthvað annað. En þú hafði nú alltaf áhuga á tónlist þegar við vorum yngri. Já. Mann og sagði einhvern mann eitthvað, mér langar hefur eldri, bara eins og maður var þegar maður var yngri, hvað það að gera úr stór, þá sagði þú alveg söngvari. Já, maður var alltaf að syngja í Vestló og svona, svo bara einhvern veginn. Hvað gerðist? Ég fattaði bara, ég er ekki nóg góður, skilur. Mér finnst þú samt alveg mjög fín. Já. Miklu betri en ég. Það þarf nú ekki eitthvað mikið til en ég er alveg ágætur ég get alveg svona haldið lægi í einhverju karaoke stemmingu já, en svona þú hittir ofta ekki á takta nei, ég er ekki taknargóður en þú veist, nei, ég hef bara áttað með að ég er ekki eitthvað framúskarandi og þá nenni ég því ekki, sko en þegar þú og Frikki voru svona eins og söngleikjum í gamla dag og svona, horfður það á Frikka og var bara ok, he got it ekki ég hugsaði bara með þér, ég mun aldrei ná jafnlangt á Frikki í söng ég var svo sem ekki að ætla mér að vera einhver tónlistamæður, aldrei sko hann var alveg þar, skilur ég álega moment með Frikka ég held ég hef aldrei eins og sagt þér þetta þar sem að ég og Frikki, við vorum í ræðiluðin í Vestló og vorum eitthvað seint kvöld eitthvað á sviði, eitthvað að þylja ræðirnar okkar og svo fórum við bara eitthvað fíblast og svo fórum við að syngja einhver lög á sviðinu, ég og hann og ég byrjaði og var eitthvað svona svo tók hann við og tók eitthvað svona slaufu og ég hugsaði bara shit, hvað hann er góður að syngja Vist, ég vissalega Frikki var góður að syngja hann var alltaf í þessum Vestló söngleikjum en ég hugsaði aldrei eitthvað þannig nei. Þegar mér fannst í Vestló Frikki ekkert svona eitthvað, já ég ætla að verða söngveri það voru allir að syngja og eitthvað vesenast í Vestló sko. já en hann svona þetta var mjög svona, þetta var alveg moment sem situr í mér sko. þá svona fattaði ég bara djúvill er hann góður maður og þá ertu stoltur af hann í dag maður heldur betur, hann hefur sko hann alltaf var í tónlistanámi sem barn og svona hann hefur þetta allt en hann hefur líka einhvern svona grunn fyrir dansari líka talent, skilur, í söng hann er með einhvern, er eitthvað annað hann er einhvern náðugáfa já, það er einhvern þú getur verið fýtt flytjandi sko en ekkert samið einhverja snill sko það er einhvern svona karakter í röddinu og Frikka líka já, þú þekkir röddina, það er náttúrulega alltaf kostur þú þekkir röddina hjá viðkomandi sko þegar þú bara heyrir eitthvað smá tís og þeir eiga sameilt bræðunir svo sem er það já, en það er alltaf að bera það saman já, þeir eru báðir æðislegir það var húmórinn í Ice Guys já þar var húmórinn að Frikki væri svona eða ekki betri já, langt því sé fyrstu seríun já, hann var svona betri og meiri uppáldi á móðu sinni og eitthvað svona já, ég elska það við þá og þeir hafa húmór fyrir þessu já. Ég held að þjóðin hafi fílað það sko við erum, sko, ég let prenta út í þennan fermingamynd af Frikka bara að koma henni að ná veggin fyrir þá sem er að horfa, þá er náttúrulega í mynd og við erum svona að vinna með þetta það er ýmislegt komið á veggin sumir segja sem hafa komið inn í heimsókn eitthvað hvað er þetta svona dauðaveggur það eru nokkri látnir hérna já, elsku Björg okkar já, Raggi og Hemmi en að vísu eru hérna Sigmundur Davíð og Bjarni Ben sprelljúandi já, ég hef verið að fara í gegnum hérna gamalt efni fyrir liveshowið sem er núna á laugardaginn hvet einhver sem er að hlusta og eigið eftir að tryggja miða nú er ég að meina það er ekki margir miðar eftir nei, það er alveg rétt þannig að endilega komiði þetta verður gaman, þetta verður bara upplifun og þetta verður alls konar óvænt já. Og þú veist það er allir að segja við okkur segið bara fólki hvað að gerast nei, ég vil ekki þetta er stund fyrir þá sem er að koma veist, og kaupa miða og eru með okkur þetta kvöld en sumir segja líka bara skilur að því við erum að tala eitthvað svona það verða gestir og eitthvað svona þá segja sumir hvað, þið eru nóg strákar þið eru nóg já, segja tónlistarmenninir inn í húsi sem eru alltaf með einhverja gestasöngar og öllum tónlingum já, reynda punktur sko takk vel um vonanum Frikki Tór, takk vel um vonanum Steindi takk vel um vonanum Öddi, takk vel um vonanum Birgitta Haugdal en maður er í rauninu bara að búa til handrit af skemmtikvöldi og þá er alltaf gaman að hafa eitthvað add-on sko. ég hugsa með að vera að undirbúa þetta hvað þetta er mér gaman ef ég var að fara á svona kvöld skilur, hvað myndi ég vilja sjá að því að ég geta eins og þú veist við erum alveg smá erfiður með svona að fara á einhverja ívenda
bæði tónleika og í leikhús og eitthvað svona í bíó kannski aðeins annað bíó og leikhús en hérna já, þannig að ég hugsa svona hvað þetta er mér skemmtilegt að sjá þú veist, ég myndi hafa afslappað bara svona atmó samt smá stemningu já, stemming, það er gaman ég var þvottavélina á þurrkarinn þetta er ekki of alvarlegt, skilur, ég get alveg farið á pissað og þú veist, ég missi ekkert endilega af öllu hún leðilegt samt að missa af ákveðin hlutum ef vera að gefa þvottavél bara þú ert að pissa og missir að því já, en þá bara fæ ég með bjór í staðinn og það er túli og krana og kem aftur inn og getur alltaf unnið þurrkar hans og sem já, við tölum svolítið mikið um þess að þvottavél er það eina sem við viljum gefa upp á þessu kvöldi já, það ekki ég ætla að tísa á eitt heldur einhver kaupið sér bara út af því hefur einmitt með vantar þurrkar já, líkurnar alveg með þér í liði en með þetta er skrítið sko en Gunnar Sigurðarsson verður já, við vitum það hann er vinsæll já, nei, ég er ekki að gefa neitt upp en ég er samt búin að hugsa ég var að sína eitthvað gamalt efni og eitthvað svona og ég hérna bara út af elsku Bjögga okkar þá fór ég í gegnum gamalt efni sem Bjöggi var í með okkur já. Og hérna þegar maður hugsaði tilbaka það var helst húmor í kallinum sko. já hann hafði rosa mikinn húmor fyrir sjálfum sér já af því að hann var svo stór persóna þú veist, hann var Björgvin Halldórsson já, skemmtilegri en hann hafði húmor fyrir því að vera Björgvin Halldórsson og ég man þegar maður fekk hann í einhver viðtöl og eitthvað dót sem hann var að gera þú veist, hann var rókst að fljóta að pikka upp og fatta nú erum við að grínast þú veist, það var alveg sömur sem komið til okkar og svona náði ekki alveg hvað að vera í gangi en hann var alltaf með á nótunum einhvern veginn hann og Raggi, sérstaklega já, eiginlega merkilega með Ragga sko, þegar Raggi náttúrulega var töluvert eldri sko en ég held að þetta sé líka lykillinn hjá fólki sem nær langt eins og Bjöggi og Raggi er einhvern veginn ég bara það að hafa húmor fyrir sjálfum sér sko og taka sér ekki óhátilega og bara vera til sko til í að gera grín sko það er lykillinn held ég að lífinu sko já, það er það mörgu leiti sko og líka bara í persónulega lífinu og bara svona í amstrinu bara þegar maður fær í gegnum daginn og eitthvað kemur fyrir og maður þarf að sækja barn í leikskóla því að hann kúkaði í sig eða þú ert að fara til tannlæknis eða bara hvað ég er að fara til tannlæknis á morgun sko já, hafa bara húmor fyrir því já, þú veist, það er samt svo leiðilegt að tannlæknis sko já, en þú veist, það er bara partur af þessu og svo kemur eitthvað fyrir, einhver góð saga og þú hlæðir. Mér varst líka alltaf því að ég var yngri ég fór til tannlæknis tannlæknir minn sem ég var með þá var svona gamli skólinn svolítið sko og allir hinir sem voru að fara til tannlæknis sem var annar staðar þeir voru alltaf með eitthvað svona glerugu og sjómvarp og það var bara, má svæfa mig og ég hef aldrei verið svæfður á tannlækni það voru teknir mér 4 jaxlar í einu sem bam, bara sama tíma já, ekki svæfður en þetta er góð saga eftir á hvað er svona gott þessu sögu? Þú ert að segja mér á núna, mér finnst þú skemmtileg hvað er gaman við söguna? Ég bara er að sjá fyrir mig lítinn Benna liggja einhverjum bekk og 4 jaxlar teknir út og allt í rugli og sigga á kantinu með eitthvað nei, það var ekki sigga á kantinu, ég var bara sendur einn í þetta verkefni sér það, mjög sjálfstæður í dag já, en heldur að þetta hafa áhrif á það? Hvað? Að þessi sjálfstæður í dag að hafa farið til tannlæknis og tekni 4 jaxlar úr mér akkur gat ekki viðkomandi tannlæknis drift þessu af því, það er bara, þú veist, Sigga vildi bara klára þetta það er ódýr ég held að þessi tengist henni ekki neitt jú, hún er hugsað, það er miklu ódýr að taka bara allir í einu í staðan fyrir að koma 4 sinnum hann takti á alla, ég ætla að senda strákin einan í strætó, hann kemur bara, þú rýfur þetta allt úr honum hún er fengið eitthvað svona tilboð eitthvað svona 4 fyrir 1 eða eitthvað alveg pottitt, og það, í alvegni, ég er hrósaður það hefur gert þig sjálfstæðir í dag heldur en marga aðra sko ég ströggla stundum við það mér finnst ég ekki stundum nógu sjálfstæður sko. En ekki það, ég meina foreldrar mínir ólu mig mjög vel upp og ég þurfti að gera hluti sjálfur en ég var alveg þannig, ég fekk alveg skutt í skólan og hérna þau voru alltaf tilbúin að sækja mig og mér finnst þetta mjög erfitt eins og núna í uppeldinu með mín börn einhvern veginn svona, að búa til umhverfið þar sem þau verða sjálfstæð en samt líka að vera svona ég kemur pappi komin af því að þú veist ég held að eftir því hvað það er og hvað þú ert gamall taka á mér jaxla þegar ég er 12 ára situr í þér já þá núna eða það er að taka úr þér 4 jaxla þú gert á þér, let's go, ekkert mál ég gerði á 12 ára já. Nei, þetta er svona þetta cousin nei, þetta er svona pillow uppeldi skilur og ert alltaf að setja börnin inn í bómul sækir það alltaf þegar þau þurfa að láta sækja sig hjálpar þeim alltaf að klæða sig að þau vilja klæða sig hratt og öruglega
Já, því við erum að drífa okkur sko. Gefum að borða. Já, eins og með þetta, má ég spyrja þegar þau borða morgumat faraðu sjálf og ná sér í skál og hérna. Ég alltaf latið við það, ég svolítið á mótana þá maður bara svolítið að rusla það út þá bara hendi ég skálinni, set morgunkunni og ég með þess að þannig að ég klæði sundum Eystein sko. Já, það er 9 ára sko. Já, bara ég er svolítið hættu því. Já, ég á það til, ef maður bara ógísla mikið að flýta sér, þá bara let's go, bara 5 mínútur í skólan. Og hann er pyrraður því? Jú, en Vala er náttúrulega miklu svona flottara foreldri en ég. Hún bara, þá verður hann bara seinna og hann lærir á því. Sem er alveg rétt, skilur. Já. Þú veist, þau þurfa að læra, sko. Já, það er samt svo leiðilegt að kemur, held ég niður á foreldrunum, eða ekki, þegar hann er alltaf seinna. Þannig að Eysteinn er alltaf setn í skólan. Jú, en svo lærir hann, skilur. Hann kemur 3 daga seint og hann vil ekki... Kannski lærir hann bara aldrei, bara finnst þetta næs. Já, hvað er þá að gera? Ekkert. Nei, en... Sparkunum út. En finnst þér ekki svona, ef maður horfir í kringu sig svona áhugaverðasta fólki sem maður hefur kynst í lífinu og svona mest spennandi svona verið í kringum, er oft fólk sem kemur úr svona, nú er ég að fara í smá extreme dæmi, en svona úr svona kannski brotnum aðstæðum, ekkert endur einhvern hræðilegum aðstæðum, en bara svona Já, bara eitthvað svona þurft að hafa fyrir æskunni og svona, þú veist, lett í einhverju sko. Mér finnst þetta bara mismunandi eftir fólki. Já. Mér langar aðeins að mér þú aðeins dett út úr sko því sem ég var að tala Ég fyrir ekki. Með að servera börnunni þín. Já. Þannig að þú hendir skálum og skeiðum á borð og segir ég á svona hvað sem við borða. Hvað borðaði? Mjög misjant sko, ég ger graut handa yngsta barninu og ég ger ég þrefalt og segi henni grautur. Havragraut? Já, af því hann borða það á mótana og ég þarf eðlilega að gefa honum að borða, hann er bara 1 árs. Já. Og stundum ég nenni ekki graut, já þá er bara að selja sig á cornflakes og þá vil ég kannski blanda þið saman og svo eða músli og þá er það bara eitthvað kristjógurt og músli og eitthvað ávöxtir yfir það. Svo hakkaðu þetta í sig og sækjaðu vatni sitt sjálf Já, þau eru alveg duglega með þetta og það er allt völ að þakka sko. Ef ég var einn alveg þessi börn sko, þau væri bara í hjólastól sko. Hjólastól? Þau myndi bara aldrei læra að gera neitt. Ég myndi bara gera allt fyrir þau. Bara fá sér hjólastól og setjast í hann Þau hefði bara aldrei lært að labba eða bara þau væri bara ótalandi í hjólastól ef ég hefði bara fengið að ráða öllu af því ég í alvörunni og þetta er bara mikill galli við mig sem mannesku ég hjálpaði þeim alltaf mikið sko. Já. Ég er bara svona, þetta er eitthvað svona bara auðvitað að gera þetta bara, þau bara hjálpa á föt, auðvitað bara klæði í föt og bara svæfa það, ég get alveg svæft ég gillaði bakið Já, þetta er bómullin Já, þannig að maður þarf að finna eitthvað svona góðan meðalveg þarna að taka ekki aðeins sjálfstæði Nei, ég vann nú á sambíl í nokkur ár og þar var náttúrulega strategían það að þau eiga að gera sjálf, skilurðu ég er bara aðstoða ég einhvern veginn oft til að láta hlutina ganga hraðar þá var ég farin bara að servera skilur það ótti ekki að gera ég veit það, þau gera sjálf þetta var einn á þeirra heimili já, þú vorst að taka þeim það að læra það sko og þau eru helviti fljóta að venjast í að þú gerir hluti fyrir þau sko já, ég veit það og bara með allt sko þú tala um börnin, já, ekki fólki á sambílinu það var fullorði sko já, jú, en nú er ég að tala um börnin skilur já og bara með allt í lífinu bara lítið dæmi með mig þú veist ef ég þarf að hengja upp myndheimi á mér eða setja upp IKEA-skáp eða bara whatever það hringir í pappa akkurat, af því að þú veist hann er alltaf tilbúin til dags að koma og aðstofa mig og það er bara æðislegt og ég elska hann fyrir það lét hann þig aldrei hengja upp mynd er það ekki svolítið nei og bara hann bara sá þetta og sér þetta eiginlega ennþá heimi á mér þannig ég er algjörlega vangifinn þegar kemur að hömrum eða sögum eða að gera eitthvað á heimilinu þú veist, ég mikla fyrir, mér finnst allt ógeðslega stórt og erfitt af því að ég bara hef aldrei þurft að gera þetta þannig ég hugsa, þú veist, daginn til dæmis, þá þurft að mála eitthvað dæmi inn í á Katrinu og ég leta hann að mála vegginn sjálf þú veist, náði fötuna það er nú flott já, ég var stoltur af mér og það var alls ekki var það ekki umulegt hjá henni? Þetta var bara nokkri blettir inn í herberginu já, sem hún bara svona djöflaði og svo lagaði þú já, það er allt en þá læriði hún að hún gerði það sjálf þannig ég er svona að reyna og ég er ekki að lasta föðu minn skilur, hann er bara bestur skilur að hafa gert þetta en þegar hann fer en ég held að hann þurfti sjálfur sem barn að gera ósta mikið sjálfur hann kom bara þannig þú gerir svona omvend við barnið þitt þannig hann hugsaði, nú ætlum ég bara aðstofa börnin mín ósta mikið hann kannski fekk minni aðstof en þú ert ekki að gera omvend og ég fekk rosa mikla aðstof frá pappa og þá hugsaði ég, nei, ég ætla ekki aðstofa börnin mín neitt en þú gera samt nú er ég bara að taka nokkuð dæmi ég er alltaf að reyna, skilur þú veist, ég er að reyna eins og með hann að láta hann að mála og hann þetta fer alltaf fram og tilbaka
kannski, ég veit það ekki kannski. Og finna þetta sweet spot, þú veist, hvað er aðstofmaður og hvað er ekki, drullu erfitt sko. Já. Og það svo pirrandi að svo einhver foreldrar núti sem kannski sinna börnunum sem mikið neitt, en þetta verða flottustu börnin, að við þurftum bara ógeðslega mikið að hafa fyrir öllu. Já, einmitt. Skilur, þannig að þetta fáránlega erfitt að finna þennan rétta takt sko. Já, þetta dans. Já, þetta dans. Bara redda þér heim, ég ætla ekki aðstofa þig. Já. Bara til dæmis, við fórum henni Bláfjöll í vetur og ég bara hjálpaði krökkunum mínum í klossana og hélt á skíðanum þeirra að brekkunni og saman tíma var ég með vini Eysteins og það var bara reglan þar, bara því klæði ykkur sjálfur í þessar klossa og það var bara ógeðslega mikið mission fyrir lítið barn að koma sér í skíðaklossa en hann lét á bara að gera það og svo fór ég einhvern veginn einn með þá á skíði og mjög snild að þeir gáttu bara klætt sér sjálfur menn börni mín var bara ég kann þetta ekki lögðist í gólfið bara já, en maður er alltaf að fá svona áminningu að maður er að láta börn gera meira sjálf sko. Og við fullorðna fólki líka skilur. Við hefum líka verið duglega bara gera og þó maður kunni það ekki, bara gerðu það Ég er svo ánægður út að peppa sjálfa þig sko, að því að þú gerir svo lítið já, eins og bara hengja mynd það er samt eiginlega bara það sko. Þú veist, allt annað hef ég einhvern veginn lært sjálfur bara eins og elda og ég læri sjálfur á hljóðfæri og þú veist, ég er að duglega að gera og prófaði alls konar hluti, ég dróð því í sjósund og já, kannski svona, bara að gera það hvatvísin í þér að prófa nýja hluti já, mikla ekki fyrir en þér finnst margir hluti leiðilegir eins og bara við vorum að flytja hérna, við vorum að hjálpa Edda okkar að flytja gott kvöldsettið þeir á sín því að maður staðar umulega leðilegt mér finnst allt svona að halda á einhverju ferjadót á milli staða þú veist, ég gera það alveg því ég þarf þess en mér finnst það leðilegt sko. Og allt sem snýr að svona hardcore vinnu í kvikmyndagerð eins og því ég hef verið að leikstýra sjónvarpserjum og skaupinu og eitthvað svona allt svona í kringum það að ferja einhverja sérstanda á milli tökustaða eða halda á einhverju ljósum eða bara svona hluti sem það er að gera og ganga í já, það er svo fært fólk í bransanum alls konar grippar og gafferar og ljósafólk og tekník og sem er bara svo ógæslega gott í þessu að tengingur og snúrur og koma sér á staðinu og setja upp monitor og diggi þarna detti ég alveg út sko já, það er alveg eðlilegt, þetta er ekki í þínum verkaring þar, en þú er bara heima hjá þér og þarf kannski já, þetta er sem bara litla Ísland og það hjálpast bara allir að ferja eitthvað drasla á milli og ég gera það en ekki allir leikstjóra sem gera þetta, heldur að Balti sé bara í Apex myndinni bara að færa séstand það er annað dæmi en þegar hann er að gera ófærið eða eitthvað svona íslenskt dót það er að færa séstand við þurfum að rusla öll inn í ljósabílina því við þurfum að taka næstu sinu eftir já, ég held að hann taki upp séstand sko. ég er ekki viss sko. ok, kannski ekki en þú veist, allavega að því að þessu fólki finnst líka pirrandi ef aðrir eru að taka yfir vinnuna þeirra skilur, ég ber ábyrgð á svona séstand ég tek hann annars tekur baltan, færa hann eitthvað vittlust og þá kemur viðkomandi og segir hvað er séstandurinn, ég færa hann, ég átt að færa hann já, ég er nú bara að tala um þegar lítið krú og við erum bara hérna kannski með eitt ljósabíl og taka upp eina senu niður í fjöru og svo þarf ruslið sinni í bíl og já, og svona á íslenskan mælikvarða já, en ég bara segja bara þetta dæmi, svona hands-on vinna já. Mér finnst hún ekki skemmtileg skilur við, og allt sem við erum að gera hér að koma þessu stúdíó upp og tengja þessar snúru þessar kamerur og inn í einhvern mixer. Þú ert búin að vera duglegur í snúrunum sko. Og veist, ég meina ég lærði þetta bara sjálfur þú veist, við vorum að byrja og svona þú er ekki hengt eina mynd þetta? Nei, þar kem ég oft lélugur inn sko. Allt sem tengir svona leikmynd og okkur svona, þú kemur sterkur þar inn sko. Tæknilega séð kannski er ég að einhver leiti sterkari að tengja einhverja hátíð með kabal inn í kameru og finna út einhverju stillingu á vélinni en ég finna svona þolimaði mín fyrir svona dóti eftir því sem ég eldist verður alltaf minni og minni og ég held að það gerist í öllum þessna stöðunum alltaf, þú veist að kemur ný tækni eins og kenna gömlu fólki og eldra fólki á TikTok bara lítið dæmi skilur ég sá að vera Rósa Ara Edvald fyrir að vera svo duglur á TikTok og hvernig færði að þessu og já, maður bara fær hann er ekki að gera þetta sko nei, hann sagði maður bara fær gott fólk með sér í lið og fer í þetta en hann er að stíla inn á rétta hlutin sem er að ná til ungra kjósenda og fólk hér Ara Edvald þarna í tvíneftum frakka og bara tala um einhver bílastæði þú bara já, en ég nú, já en er ekkert svona hjá þér sem svona eftir svona eldist eða svona maður staðnar í einhverju svona það að nenna læra nýja hluti eftir því sem maður eldist verða svona erfiðari maður hefur svona til 25 svona að læra eitthvað allt eftir það að eftir 30 er svona eitthvað bara eins og þú sagðir eitthvað ég hefði svo til að læra á píanó þú getur alveg lært á píanó í dag sko. já, ég nenni þið ekki nákvæmlega já. Það er dæmi sem ég nenni ekki en mér langar það svo langar mér stundum að læra á gítar
það bara ekkert mál. En ég nenni ekki. Nei, en kannski kemur tíminn. Það þarf að koma eitthvað yfir mig held ég. Já, kom svona tímabilið mig þegar ég var yngri eitthvað svona tvíðlega að læra gítar af því ég var alltaf að horfa á Adam Sandler og ég elskaði Adam Sandler og hann var alltaf að pikka lög og gítar og ég lærði bara einhver 4 Adam Sandler lög og gítar og svo hægt og lærði ég bara þessi grip og fór að skilja þau og yfirfæri það yfir á píanó en ég hugsaði í dag ef ég hef ekki lært það þá því ég var 20 eða 17 eða whatever þá væri mjög erfitt fyrir mig í dag eitthvað þegar krakkarnir sofnaðar að sitja á eitthvað Adam Sandler atriði og vera eitthvað læri eitthvað G Já, maður kannski hefur ekki tíma alveg í þetta. Nei, en þetta sem við segjum alltaf sko, en ég held að við höfum alveg sko, og nú ekki gera lítur úr tíma hjá fólki sem á börn og í vinnu og alls konar kjaftaði í gangi. Þú veist, það alltaf eitthvað sem maður getur gert. Maður getur festlista hérna á golf sem maður glemt að gera eða mála þetta herbergi eða... Ég náttúrulega með fresturinn áratu hvert svona hlutum sko. Já. Ég var alveg löngu búin að lakka alla íbúðina hérna, gluggana. Ég hef ekkert gert það. Ég get alveg gert það. En ég vel alltaf chillið. Já, ég held að allir gera það. Já, og bara gott dæmi þegar við seldum íbúðun okkar hina, þá var ég að festa listana fyrir opið hús, sko. Já, ég festi listana mína aldrei í húsinu sem ég var að selja. Voru lausir? Nei, þetta er sorgarsaga, sko. Ég þurfti að vera fljótur að skipta íbúður þegar ég kaupi Geitlandið íbúðun sem ég bjó í. Þannig að ég mála hana með ykkur mjög hratt og svo þurfti að festa lista og ég bara ég er að fara að skila þessar íbúð að mig bara til 2 daga. Þannig að ég fæ númer hjá einhverjum ungum gaur sem gæti gert það bara mjög hratt og örugglega, smiður og hann festi svona 70% af listunum. Ég aldrei skilið það. Ég bað hann að setja lista á allt húsið eða alla íbúðina. Svo eitthvað, kem ég á borgunum og ánæði með hann og gefa hann hérna kassa á túli líka, bæti því við og eitthvað, það eru takk hérlega fyrir þetta. Svo fer hann og degi setna ég byrja að vanta lista hér og hér og hér og hér. Djöfullinn maður. Svo flyt ég bara inn og festi það aldrei. Nei, þetta er líka það sem er vandamáli með þig, sem þú dó góður og nennir ekki að taka slægin, sko. Við mannin. Að ringi í hann. Já, það er lausir hérna, hvað sagðirðu, 30% af listunum. Herru góði, hérna, og er að koma aftur hann vantar hérna listan í hjónarbyggið og hérna inn í stofuna. Hvaða rugl er þetta? Ég er að borga þér hérna fyrir að festa þessa lista og þú festir ekki þessa lista. Skrítið að hann klári ekki listana. Var það á erfiðum stöðum eða flóknari stöðum? Nei. Bara basic lista? Já, bara svona ógsta random stöðum, bara eins og bara mest áberandi staðurinn í hjónarbygginu sem er bara svona, sem maður sér mjög greinilega, það sem að rúmið fyrir uppað. Engin listi þar. Engin listi á einum vegg í stofunni, eitthvað svona. Það enda þannig að þegar ég sel núna þá sagði ég bara fólki, herru, það er hérna ætlaði að mála, já, ætlaði að mála, snild, ok. Það eru listarnir sem á eftir að festa, þeir eru niður í geymslu, þeir bara vitið að því. Þannig að þeir voru aldrei festir, sko. Nei. En það pirraði mig ekkert, maður er fljótur að þú veist, sjá ekki það var ekki búið að kýta í listana eða? Kýta? Já, einmitt. Já, ætti að minna að festa það við vegginn? Nei. Kýta rauvarnar, skilur þannig að það sé ekki opið gat, skilur það kýtar rauvar. Gerur það ekki það? Nú ertu að gera grína mér fyrir eitthvað sem ég lélur í. Nei, ég er bara að spyrja hvort það hefur kýtað. Þú sagðir, já, einmitt. Já, en það er eins og það hefur aldrei heyrt orðið kýti. Jú, er það ekki svona sem situr í svona pumpu og eitthvað? Já. Ég hef bara aldrei smíðað neitt á ævinni. Nema því að ég var lítill strákur og elskaði Benjamin Dúfu og bjó með til sverð. Það er nú reynda stórt. Já. Þangað til að ég fer svo út í lífið með sverðið. Við bjögum til riddaraklúbb, sko. Já. Og svo hérna fórum við öllum að... Hvað hét hún? Hét hún? Hann? Við hétum... Hvað hét? Svarta fjöðurinn var vondu. Við hétum ekki neitt, sko. Hvað hét helvítis þeirra? Ég man ekki hvað hét, sko. Við erum... Hvíta fjöðurinn. Félag riddara eitthvað. Já, við gerum svipað, sko. Mamma heklaði með vesti og hérna, ég var með sverð og hérna, pabbi keypti á mig einhvern plasthjálm og svo fórum við af stað og það var eitt svona bulli í hverfinu og ætlaðum aldrei að láta hann heyra það. Já. Hann bara lét okkur heyra það, sko. Tók sverðið af mér og hendi því og reif hjálminn af vinum mínum og ég fór að hágráta og hljópa heim. Og þá var þetta búið? Já. Þetta riddaraævintýri? Þá þorði ég ekkert að fara aftur út í hverfi eitthvað berjast við einhverja bullía, sko. Þeir voru Baldur hvíti, dúvan var hvít. Hvað var fyrir? Andrés var... Hétur ekki hvíta fjöðurinn? Það er rugglaði saman. Sko svarta fjöðurinn, sko.
Við erum riddarar já, nú, þetta fyrir tögunar að maður viti ekki sko. Það er svona sena einmitt það sem ég segja þetta sko. Nú fer ég í tjatran. Já, þetta er alltaf bíómynd sem hérna hvað ætlum við höfum verið gamlir þegar hún kemur út? Er ekki svona á best, við höfum verið svona please eða við höfum verið ungi af því ég var með riddaraklúbb og hekla vesti og Já, þetta er svona 95 eitthvað, ekki? 7 ára, ég hef verið 7 ára Já, 6-7 ára Já, einmitt Já, sko, ég skrifaði nú bara hvað heitir Benjamin Dúfu gengið kannski ekki alveg rétt skrifa Nei, tjattarinn grípur þetta ekki sko Er engin svona íslensk mynd núna sem börn horfa á og bara Vá, Jú, sko aðeins verið á mínu heimili hefur verið hérna sem Gunni Helga gerði og Bragi í Vestmannaeyjum, Víti í Vestmannaeyjum það er verið einhver stemning Elmar er farin að finnast Vestmannaeyjar áhugaverður staður út af því og heldur það sé alltaf eldgostar Getum við farið til Vestmannaeyja og skoðað eldgósið Krakkarnir sko Ég nenni ekki að leita þessu Þetta er líka tilgangslaust og við ætlum að segja þetta gott í dag og láta ykkur vita kæru hlustendur og mögulega áhorundur að við verðum svona í Austurbæ 9. maí Svona hvernig? Sitjum svona eða ég kannski erum en ég ekki með ákveða Það var róluð þáttur Það er ekki bara fínt Jú, ég fíla það sko Ætlaðu að vera æstari í Austurbæ Ég er náttúrulega að þegar fólki fyrir fram mig þá æsist ég svolítið upp sko Já, ég meina eru gestastælar Já, koma svolítið gest á í mig Ég er með hugmynd fyrir læsöfið Hvað? Ég ætla að láta þið hérna smíða Smíða? Kýta eða eitthvað Kýta eitthvað? Eða hvað kallaði þú? Dúppa? Dappa eða eitthvað Ég held samt sko ég er ekkert eitthvað sko veist, ég er alveg með hendur og heila sko ég veit það ég held sko ef ég myndi setja mig inn í eitthvað svona eðnadrasl að ég voða fínn í því sko ég myndi álega ef sjónu rétta er kannski bara eitthvað og festu þetta með þessu skilur við myndi finna út úr því bara það er ekkert skemmtilegt að sjá það Ég líka þekki smá sjálf mig sko þú veist, ég er smá smeykur við heilanum minn sko þetta er svona, ef ég byrja á einhverju að fæja það svolítið á heilan sko og ég nenni ekki að fá þetta á heilan eitthvað svona, ég var alltaf bara búin að kaupa mér einhverja vélar sem ég hef ekkert að gera við En svo eru sumir sem neita að læra þetta til þess að vera þjónustæðir skilur við, þú ert ekki einn af þeim Kannski að einhver leiti, jú einhver leiti, vissulega en þetta er búið að vera á tótúlistanum mínu mjög lengi að vera svona geta verið meira svona self-sufficient heima þú veist að svona koma upp hlutum og græja og gera sko, maður þarf að geta gert það sko það er bara þannig Við segjum þetta gott í dag örfáum við að lausir á stubbu.is sjáumst við erum með þátt á föstudaginn þannig að heyrjumst bara á föstudaginn Verið sæl